Jæja, takk fyrir þetta og bara gaman að geta verið og komið saman. Það svolítið nýtt og rosalega glöð með að geta verið svona með fólk í sal. Við reyndum að hafa morgunkorn í fyrra og það var bara mjög erfitt. En nú komið að því sem að einkennir þennan dag annað hvert ár og það að veita hvatningarverðlaun upplýsingar. Þau eru veitt fyrir einstök verkefni starfsfólks bókasafna, stuðlað aukinni nýbreytni og þróunarstarfi á bókasöfnum. Þetta nýbreytni í starfi upplýsingar. Þessi verðlaun voru fyrst veitt árið 2019 og féllu þá í skaut bókasafns Reykjanesbæjar fyrir verkefnið Saumað fyrir umhverfið. Nú komið að því að veita þessi verðlaun öðru sinni og ég ætla að lesa upp umsögn dómnefndar fyrir hvatningarverðlaun upplýsingar 2020. Dómnefnd fékk innsendar nokkrar tilnefningar til umfjöllunar og eftir umræður og mat á þeim, sem voru allar metnaðarfullar og áhugaverðar, náði nefndin eftirfarandi niðurstöðu að verkefnið bókasafn móðurmáls varð fyrir valinu sem handhafi hvatningarverðlauna upplýsingar árið 2021. Í innsendri lýsingu á verkefninu kemur fram að bókasafn móðurmáls stuðli að því að fjöltengd börn, kennarar og foreldrar geti nálgast efni á ýmsum móðurmálum öðrum en íslensku. Verkefnið unnið í sjálfboðastarfi og markmiðið að koma upp og starfrækja bókasafn fyrir fjöltengd börn á Íslandi. Verkefnið birtir sig samfélagslega mikilvægt frumkvöðlastarf, unnið af hugsjón og metnaði til hvatningar fyrir aðra. Bókasafn móðurmáls ekki staðsett innan viðkomandi starfsstaðar og getur þess vegna talist sérstök starfseining. Dómnefnd hafði meðal annars til viðmiðunar að væri að ræða nýbreytni og þróunarverkefni sem ekki væri fastur liður í daglegu starfi viðkomandi starfsstaðar. Verkefnið getur þróast í ýmsar áttir og tengist heimilum, skólasöfnum, almenningssöfnum og opinberum vettvangi. Verkefnið hvetjandi, metnaðarfullt og til mikils sóma fyrir þá sem að því standa. Í dómnefnd hvatningarverðlauna upplýsingar 2021 sitja Margrét Björnsdóttir af hálfu undirbúningshóps bókasafnsdagsins, Margrét Sigurgeirsdóttir af hálfu samtaka forstöðumanna almenningsbókasafna og Þórunn Erla Sighvats af hálfu stjórnar upplýsingar. Eru þeim færðar bestu þakkir fyrir þeirra störf. Þetta ekki fyrsta viðurkenningin sem bókasafn móðurmáls fær því fyrr á þessu ári hlaut Rósa Björg Jónsdóttir fálkaorðuna fyrir óeigingjarnt starfsemi í þessu verkefni. Ég vil biðja Rósu Björgu Jónsdóttur að koma hér upp og veita verðlaununum viðtöku. Ekki farfugl, Rósa. Þessi spói komin til að vera hluti af bókasafni móðurmáls. Gjörðu svo vel. Kærar þakkir. Ég ætla bara að segja svona smá handtökun. Bókasafnið að verða 5 ára og verður það í desember og við erum samt svona enn að leita ykkur á sama stað en í augnablikinu höfum við stað hjá ræðismanni Ítalíu, sem líka ég, annars sjálfboðaliðastað. En auðvitað væri draumurinn að vera með aðeins meira opið. Við erum opið 2 tíma á viku, en ég fór að skoða bara daginn. Það tvöfaldaðist á milli 2019 til 20 útlánum okkar og í júnílok vorum við búin að ná yfir það. Þannig ég býst að við tvöfaldum aftur þess ári. En það alltaf nóg að gera og ég kom með mömmu sem sjálfboðaliða í sjálfboðaliðastarfinu. Þannig að nú bara bíði eftir að hún kom úr sumarfríi þannig að hún getur gengið frá og aðra upp í hillu. Af því hún tók það af mér, þannig að ég fengi meiri tíma til að skapa. En bara kærar þakkir og það kærlega fyrir mig. Já, Já, þá dagskráin tæmd og ég bara þakka ykkur kærlega fyrir að koma
Þetta fyrsta morgunkorn vetrarins vonandi bara upphafið að öflugum starfsvetri í félaginu okkar og við munum eftir fremsta megni í stjórninni reyna að finna áhugavert efni til að vera með á morgunkornum. Við þykjum allar ábendingar og bara ef þið vitið á einhverju spennandi starfi út í safnunum að koma því á framfæri við stjórn og við komum því á framfæri á morgunkorni. Takk fyrir.